í þessari einangrun sem hún sætir og hún hefur lýst því með mjög samfærandi hætti, þú veist, kynferðisofbeldi sem hún kærir og hún þarna það er svona það sem að ég að draga fram þessi mál sem að við þekkjum í dag og eru í meðferð réttarkerfisins í dag sem eru þessi kynferðisofbeldisbrot og þá líka birtist okkur sem umgengnis- og forsjármál oft á tíðum það sem að heimilisofbeldi og það sem að svona þolendaskömmun og þessi svona forræðishyggjulega þetta mót sem að við erum settar í sjálfkrafa þegar við segjum frá ofbeldi eða erum settar í þetta hlutverk að vera sekar eða hafa gert eitthvað á hlut einhvers og þarna hún í rauninni sett inn í þetta mót og þetta bara skapalón og sem að verður svona já, þetta bara myndi ég segja hennar mál birtir mjög skýrt hvernig í sinni verstmynd komið fram við konur og þá sérstaklega þessi valdbeiting og þessi valdbeitingamenning sem að þrífst í réttarkerfinu okkar. Ég var að hlusta okkur áðan sko og mjög fróð, ýmislegt bæði tvö, veist ég ekkert vita en ég var að hlusta okkur tala já. Það var alveg áberandi að við vissum voða fátt. Já, þið segið það. Við kalla fólk eitthvað til þess að fá að vita meira. Já, þá kannski veit ég bara svona lítið en ég fór að hugsa bara svona ósérrátt að einhvern veginn að þú veist við höfum áslega gott á Íslandi, við erum þessi og erum mjög stolt af því og okkar frelsi og vera skandinavísk þjóð og við erum heppin, við erum lánsöm og það, þú veist, það er engin vafi á því sko, ég get verið með hárið eins og ég vil og svo framvegis en þegar að sko ofbeldi kemur inn í myndina ég fór að hugsa það sem líkt og ég, þú veist, einhvern veginn það stóðu kvenna í Íran og svo að segja illa þetta líka saman og þá sérðu eitthvað sem myndi aldrei gera það sko það var eitthvað sem skilt já og það þessi hugsun og þetta viðbragð og kannski mér tamt af því ég sjálf ekki fræðingur en einu sviði nema sálfræði að vera með það sjónarhorn að fara að skýra hegðun fólks einhvern veginn þannig sko en það eitthvað sem lært, sem að við erum vön, sem að gera verkum að það auðveldara í ákveðnu samhengi, þú veist, við erum já, og það þessi valdbeitingar menning sem ég kalla, sem að ég hef annars staðar frá úr ensku, dominator culture, þú veist, sem að í rauninni svona, jú, það feministísk hugmynd sko feðraveldið en það aðeins víðara. Svo sem að hefur yfirhöndin að hann notar þá stöðu til þess að já, hann notar hann og okkur það tamt og okkur kennt og innrætt að þú veist að við séum ekki nóg eða við séum ekki það meira en viðurkennt að það eiginlega hampað að gera það því lyft undir noti stöðu sína og þú segir það mér finnst til dæmis mjög áhugavert að heyra það ekkert langt sem ég heyrði það og setti það í samhengi að þessi meinti gerandi gagnvart Erlu Bolladóttur sem þarna í stöðu lögreglumann sem á að gæta hennar og hjálpa henni og já, fulltrúi þess vald þarna sem að brýtur á henni að sko hann einhvern veginn hækkaður í tign sko eftir þetta mál og settur yfir kynferðisbrotadeild lögreglunar sko. Eftir að þetta ekki uppvíst sko en mér skildist það að hann hefði síðan ekki mætt í vinnu þegar hún síðan loksins kærir hann sem einhverjum árum seinna en
Já, mér finnst þetta áhugavert sko, hvernig menn komast áfram sko, af því við erum að tala um þessa valdbeitinga menningu, en ég held ekki endilega að það sé alltaf meðvitað svona hjá fulltrúum ríkisins, en það er eitthvað í okkur sem að gera verkum að við viljum sjá einhvern, er þessi ekki örugglega fyrir neðan mig, er ég þá ok, þú veist er ég þá ekki ok ef einhver annar er þú veist og þá er þetta að tala eins og svona samfélagslega sekt að þessu leyti já. Og við sem ekki góðið í að rétta þeim sem eru kúaðir einhvers konar stuðning. Jú, sko, en svo þið ætlaði að gera. Jú, ég er nefnilega held að það sé það sem við erum, sko. En samfélagi er innra á mótið því það? Já, ég held að það sé... Góða manneskir í vondu samfélagi? Ég held að það sé gölluð hugmynd. Ég held að það hafi verið vond hugmynd frá upphafi þetta að, þú veist, að beita ofbeldi til að stjórna samfélagi. Og það er það sem að þessi hugmynd dominator culture og það er bara þetta sem er að gerast í Íran og sérst svo greinilega hvernig þetta er, þú veist, þetta er ykkur síða, hvað heita þessi síðarlögreglan okkur finnst þetta fáránlegt sko, síðgæðislögreglan og ég heldur heita það ekki sko, síðgæðislögreglan væri þeir sem að vera að rannsaka vændi og annað slíkt, þeir heita eitthvað svona síðarlögregla þetta er eitthvað svona það geta lamið með kilvu ef þú ert ekki rétt klætt akkurat, þetta er náttúrulega bara ofboðsleg valdbeiting sko en fyrir nokkrum árum og þá ástæðan fyrir því að ég er með þetta sjónarhorn og mér er það svo hugleikið. Ég er ekki sko kynjafræðingur eða menntuð það er bara til að stutt síðan ég lýsti því yfir, ég væri feministi sko, en ég er bara svona eina af þessum konum sem að hef þannig lífsreynslu að það var bara óumflýjanlegt einhvern veginn að setja hlutina í bara lífið í það samhengi sko. Og það að vera feministi er viðbröð við því ofbeldi sem að þú ert beitt. Já. Frá því að ég er bara barn sko. Og en ég sérst að les bók hérna eftir konu sem að ef ég man rétt heitir Ryan Eisler sem að ég held að sé fornleifafræðingur í grunninn, ofsalega merkileg bók og ég svona frelsaðist öllítið af því að og það var mjög frelsandi að lesa þessa bók af því að hún talar og segir frá mig mjög samfærandi hætti að hún hafi fundið vísbendingar og það séu mjög starka vísbendingar öðruvísi kúltúr áður en þessi valdbeitingakúltúr hóf innreið sína og bara var beinlinni snúið við með vopnavaldi sko, að það hafi þrifist annars konar samfélög og ég trúi því að því við vorum að tala við séum bara svona seg og við séum ekki góð sko. Ég held við séum nefnilega miklu betri í samstöðu heldur en í þessu ofbeldis. Þú veist það voru tveir kallar sem að gáðu út bók fyrir svona árið síðan, annar er að vera dáin þetta sama efni og hún hefur ekki miklu athygli. Hvað heitir hún? Dawn of Everything held ég hún heiti. Já. Hún er svona að það séu í sögunni séu dæmi mörg samfélög sem hafi verið reist á jafnrétti og jöfnuði og öðru slíku. Og samvinnu. Ég ætla bara að stríða þér að því að þeirra kallandi skrifið þetta þá vekur þetta miklu meiri. Nei, það með alveg vera kallar sko. Þeirra kallandi skrifið þetta þá allt í vekur þetta miklu athygli. Já. Nei, ekki mína sko. Ég vissi ekkert þessa bók. En ég kannski kíkja á hana líka. En að erlu og réttakerfinu, þú talar réttakerfið. Réttakerfið er til þess að ná fram rétti kalla frekar en hvenna? Já, það er allt kolskagt sko. Það er bara þannig og það byggir á þessum sömu hugmyndum sko. En sko ef að við hugmyndin náttúrulega réttaríki er mjög falleg og en það er eitt að og svo erum við með bara, við tölum bara Ísland, við erum með þetta lagasystem og ég er ekki lögfræðingur en ég Þú þarf að segja mig hvað þú ert ekki Já, ég vil hafa það alveg á hreinu sko, þú veist, þannig ég leyfi mér að segja ýmislegt og hafa rangt fyrir mér og svo leið sko en
sko lögin eru skrifuð, ég skil íslensku og ég skil hvað stendur í lögunum íslenska setningar og einhvern veginn hvernig það virka saman og eitthvað svona, en það sem að maður sér, það sem kona sér að það ekki, það oft langur vegur einhvern veginn frá því sagt, hvernig lögin maður skilur þau, bara orðan og hljóðan og hvernig þeim svo beitt og þegar þeim eins og að mínum mati í máli Erlu Bolladóttur þeim ekki beitt með það að markmiði að sko þjóna manneskjunni eða þjóna tilganginu mannréttindunum að þá það bara að þjóna einhver öðru, þú veist þá það þjóna einhverju hugmynd sem að bara hættulegt sko og það ekki held ég það einhver andhverfa við réttaríki sko myndi ég segja. Og þú upplifir að Erla hafi lent í svona maskinu? Já, þetta náttúrulega bara sem hún hafði aldrei séns? Nei, ekki, nei ég meina það ekki einu sinni hægt að segja að hún hafi verið á röngum stað og röngum tíma því að hún var bara heima hjá sér eða eitthvað þegar þú veist bara lögreglan mætir heim til hennar skilur þú veist þetta, ég reyndar ekki góð í ég fætt sjálf 1975 sko ég ekki svo besta í að svo ég segi aftur hvað ég ekki ég segja frá málinu sjálfu við fengið nokkra sérfræðinga til að já, akkurat og það vel sko það vel þetta kemur stundum fyrir í þú veist af hverju þau voru beitt þessum órétti og sérstaklega hún þau voru jaðarfólk þau voru ung þau eru sett og svo hún ofan á allt saman hún kona og svo náttúrulega afleiðingarna líka þú veist eitthvað sem að allavega ég og þú veist og þau samtöku sem ég hef unnið fyrir lífanoflis mjög uppteknar af konum sem eiga börn sem að lenda í það ákveðin svona expression í gangi gagnvart þeim líka inn í kerfinu sem ekkert jöfn eftir því af hvað kynið þú ert sko. Hvernig þá? Svo í þessu máli að því að það skiptir máli að hún með unga barn heima þegar það verið yfir hana. Já, þetta náttúrulega sko. Já, ég að meina það og þá ég ekki að gera lítið úr því að þannig tveir foreldrar sko, það móður og faðir sem slitin frá barninu sínu en það sem að við vitum náttúrulega og konur margar mæður tengja við að það rosalega náin tengsl oft á tíðum fyrst bara þú ert með unga barn sko þú ert ekki, það ekki búið þó sé búið að klippa naflastrengin sko en og bara það sem við vitum svona þroskakenningar og tengsla myndunar kenningar setna meir sem bara heldur koma hann upp á þessu tíma sko að já nú ég komin í þetta sko það aðrar hugmyndir hvernig móðir tengsl móður og barns og föður og barns líka og þetta spilar allt saman og þegar að henni síðan sleppt út hún kemur út þá fær hún ekkert barni til sín sko því þá hún búið að eyðileggja hana sko þá hún ekki nógu góð móðir og það að því hún búin að vera svo lengi einangrun sem að þeir sem að ríki skapar það verið að fara illa með Erlu Bolladóttur já, mjög illa það finnst þér að hún fái það fengið svona uppreist æru hjá almenningi eða hún ennþá að glíma við sko eða hún bara að glíma við einhverja leifar af einhverju gömlu kerfi inn í réttakerfinu nei, ég meina endur upp tökur dómstóll það hluta réttakerfinu já, það var bara, þú veist, það svo stutt síðan sko, það bara núna já, ég veit það af hverju hún leggur þetta allar upplýsingar leggur í rauninni upp í hendunar af tækifæri til að leiðrétta sína misgjörðir sko, rétta kerfinu sjálfu og endur með þetta, þú veist, það eru upplýsingar sem hún búin að safna saman, skiluru og þannig réttakerfinu gefið færi á að þjóna tilgangi sínum að allavega leyfinni að fara yfir máli aftur og sína fram á sakleysi sitt.
hún er með upplýsingar sem við höfum í dag, hún er ekki sek en hún er bara situr uppi með þessa sakfellingu. Hver vill það? Þú ert í samtökum sem að hafa verið að mest fjallað kynbundið ofbeldi, kynferðisofbeldi. Já. Nánast engungu. Já, nánast engungu. Það hefur axlastani, já. Var það svona umræð ykkur á milli hvort að mál Erlu Bolladóttur passaði inn í ykkar baráttu? Eða var það augljóst? Jú, við höfum rætt það, sko. Og við sjáum það náttúrulega bara svo greinilega því að það sem við erum að fást við og höfum einmitt barist mikið fyrir því að koma á framfæri er að við erum að tala kerfisofbeldi. Við erum í rauninni ekki að tala ofbeldi gerandans sjálfs sem mjög oft karlkyns reyndar. Tölfræðinni þannig, við þurfum ekki eins og að fara út í það. Við erum að tala við bara kerfisins. Eftir ofbeldið framið. Já. Bæði bara hvernig farið með sakamál, þeirra ofbeldi gagnvart börnum, hvernig farið með börnin, hvernig ólíkir hlutar í kerfinu tala saman, tala ekki saman, skilurðu, lögreglan að gera eitt fástu ykkur lögreglanrannsókn og svo máli fellt niður og svo eitthvað annað fyrirbæri barnavernd sem á ekkert að vera að gera neina lögreglanrannsókn, heldur bara hugsa það sem barninu fyrir bestu og láta barninu njóta vafans, en það fer einhvern veginn að rugla. Nei, það var ekki sakfellt og þú bara, já, heyrið, allt í góðu, þá bara kemur sýslumaður og við þurfum að senda þetta barn í umgengni við kannski aðila sem búin að brjóta barninu, Þetta erum við að díla við, þetta erum við að tala Við höfum talað samstöðufund, hvað er hann? Hann á Austurvelli. Hvenær? Á laugardaginn, næstkomandi 15. október, 2:00. Á maður bara að mæta? Já, bara labba sig þangað eða taka leigubíl eða strætt og mæta. Til að styðja Erlu Bolladóttur? Sýna Erlu Bolladóttur samstöðu og bara láta vita, hún er ekki ein. Hún er ekki ein lengur, Hún stendur ekki ein gagnvart og hvetja valdhafa. Við erum með aðra valdhafa heldur en dómsvaldið til að bara bara sýna mildi og réttlæti og sjá að sér. Það getur fólk gert 2:00 á laugardaginn á Austurvelli. Já. Við hvetjum alla sem að vilja gera það til þess að mæta þangað. Rétt á eftir að þá ætla ég að tala kosningarétt barna við Karl Ólaf Hallbjörnsson.